Við Íslendingar höfum áhuga á mörgum, en það eitt atriði umfram allt annað sem við getum ævilega rætt veðrið. Það óþrjótandi umræðuefni hvort sem við hvaða tilefni sem og til mín eru komnir heiðraðir og merkilegir félagar í veðurklúbb Dalbæjar og þetta eru þeir Hörður Kristgeirsson, Haukur Haraldsson og svo sérlegur skrifari sem Bergur Jónsson. Var þetta ekki rétt með farið hjá mig, piltar? Algjörlega. Gott að sjá ykkur, verið velkomnir. Takk. Nú bara horfum á andlitin og ég þykist vita að Haukur og Hörður, þið eruð í veðurklúbbnum. Það ekki? Þið eru spámenn, eða hvað? Maður reynir það. Já, það nú það sem spámenn gera. Þeir reyna sitt besta. Þetta þið vilt ekki byggt alveg á einhverju sem alveg fast í hendi. Hvernig það með veðurklubbinn? Hvað hann orðinn gamall? Hvað þið búin að vera starfræktir lengi? Ég er búin að vera 2 ár. Hvað segirðu? Ég er búin að vera 2 ár. Þú ert búin að vera 2 ár, Haukur? Þetta orðið nokkuð mörg ár. Var ekki 94? 94? Sem var stofnaður. Þegar var stofnaður. Já, það 2 ár í 30 samanlið. Já. Þeir eru aðeins eldri en 30. Svona lítið. Já. Pínu. En hérna... Já, ég eitthvað eldri, já. Já, þú ert eitthvað aðeins eldri en 30, já, einmitt. Hérna, en hvernig hefur gengið ganga spár almennt eftir hjá ykkur? Hvernig meðaltalið? Yfir heildina hefur það verið. Yfir heildina hefur það verið? Já. Alveg ótrúlega komið vel út. Já, vel út fyrir ykkur. Já. Já, það kemur ekki alltaf vel út fyrir okkur hinn þegar þið spáið leiðinu veðri. En sko, nú hvít jörð þessa dagana, okkur finnst það frekar súrt, en þetta eitthvað sem þið voru búin að spá? Ég var búin að spá því, en myndi eftir að snjóa þarna. Akkurat. Mánaðamótin apríl, maí, sko. Apríl og maí hafa alltaf verið kaldir á morgunni. Apríl var mjög góður núna. Já, hann var það sko, við fengum þarna hlýjendakafla og við rifum okkur bara úr og ofan og heldum þetta væri komið. En svo bara fór að kólna 1. maí. Já. Og þetta eitthvað sem að þið voru búin að segja okkur að myndi gerast? Það hefur ekkert kólna, heitna norður frá. Nei. Þannig að þegar kemur norðanátt þá eldkaldur. En nú verð ég að krefja ykkur þá hvernig þetta verður, við erum svona aðeins að verða langeyg eftir því að fara að hlýna. Ætlið þið að hafa þetta svona áfram? Já, ég held að skána ekkert fyrir eftir hvítasunnu. Fyrir eftir hvítasunnu? Rauður, ég vil minna þig á það að hvítasunnan í júní. Já. Já, við segjum bara eins og við höfum sagt öðrum, sko, það þýðir ekkert að krefjast þess að fá gott veður eða ætla sér eitthvað. Þetta spá sem að við notumst við og ef við spáum þessu, að þá virðist það bara ganga eftir. Þá ekki hægt að semja við ykkur að spá betur? Nei. Ef þetta virkar svona, það sem þið spáið, það gengur eftir, þá held ég við, ég ætla ekki að nota orðin að við krefjumst, en okkur hætti mjög vantum það ef við getum spáð örlítið betur. Við ætlum að gera það þegar aðeins líður frá. Já. Hvað komið þið reglulega, sko, þú ert titlaður hvað, ritari? Ég er ritari. Þú ert ritari? Það hefur verið svona... Einu sinni í mánuði. Það var einu sinni í mánuði, það var lengi 1. þriðjudag í mánuði. Já, akkurat. Hverja mánuði. Og ég ennþá. Eru þið mörg sem eru í klúbbnum? Það er bara þeir sem mætað. Já, ég meina ekki get ég nú mætt. Já, við erum 10-12 stundum. Já, ok. Já. Þið eru alveg 10-12. Eru þið búin að hittast í maí? Já. Okay. Við erum búin að hittast í maí. Og það var ekkert skárra í kortunum þá? Nei. Því miður, þá getum við ekki, við getum ekki áætlað það að það verði eitthvað frábært veður í maí. En maí, það verður engin svakalega læti, sko. Og spáin ef ég má segja, þá klúbburinn komst að niðurstöðu það að það væru svona nokkur hret í maí, en annars væri hann svona tiltölulega mildur og ekkert mjög sólríkur, en engin læti samt nema bara í smá hretum, sko. Mildur og hret? Já, ekki hræðilegt. Og síðasta hreti verði
mánaðamótin að nær Hvítasunnu, sko. Mánaðamótin maí-júní? Maí-júní, sko. Já, það margt bara frekar ókristilegt sem dettur í höfuð okkur núna. Já, þú hefur bara tíma orðið. Já, ég held því bara út af fyrir mig. Það er Hvítasunnan. Já, það er Hvítasunnan, já. Já, hérna hér. En þið segið að það komi 12-14 saman til þess að komast að niðurstöðu. Dreymir ykkur fyrir þessu? Er þetta tilfinning eða fáðu þið bara púrtvín og, já. Það er allt. Það er allt. Suma dreymir og... Já. Og 12-14 manns og ber ykkur bara saman? Eru þið alveg í samhljómi? Er enginn sem segir nei? Það verður sól? Nei, það er ekki svoleiðis. Nei. Við erum ekki alltaf sammála. Hvað segirðu? Við endum alltaf sammála. Já, við endum sammála þó við byrjum það ekki, sko. Við komumst að niðurstöðu. Þetta er bara eins og velrekið fyrirtæki. Já, Við komumst að niðurstöðu. Og það verður einhver að lúfa og meiri hluti ræður. Það er eiginlega svolítið svoleiðis, sko. Það er bara svolítið svoleiðis. Já. Já, hérna. En hvernig kemur til að svona klubbur er starfræktur? Var bara fólk búið að ræða svo mikið það? Mig var að dreyma fyrir, mig dreymdi hvítar kindur eða hvað? Hvernig kemur svona til að þið takkið ykkur saman? Ég var nú ekki í byrjun. Þú varst ekki í byrjun? Við dreymir fyrir snjó, við dreymir saltfisk. Já, það er það fyrir snjó. Ef þið dreymir saltfisk þá er það fyrir snjó? Já. Þannig að þið dreymir fyrir öðru? Breiðana og götu eða hvað svo. Ef að saltfiskur er breiddur á götu? Já. Og svo eru sumir sem sjá hérna kinda, þel og í draumum, sko, þegar við erum að tala draumana. Og aðrir sjá hesta og það fyrir eftir í hvernig er á litinn og hvort eru á hraðferð eða hvernig veðrið er. Já, hvort það er mikil vindur eða ég skil. Og aðrar skepnur, sko. Já. Eins eru við að notast við töluvert við, sko, tunglkomu. Fyrsta nýtt tungl hvers mánaðar. Já. Og þar reynum við að sjá út, sko, vindáttir, svona ríkjandi vindáttir þann mánuðinn, sko. Og við náttúrulega förum ekkert að gefa upp, sko, nákvæmlega hvernig við sjáum það fyrir, sko. Því þá erum við kannski bara búin að gefa Veðurstofu Íslands möguleika að keppa við okkur. Ég náttúrulega veit ekki hvað þið eru að segja. Nei. Það er hérna... Við keppum nú ekkert við þá. Ég hlusta bara þann sem býður betur, sko. Það er staðan orðin svona. Það er alveg að reyna. Þú er greinilega farin að undirbúa fyrir kosningarnar. Það er sá sem býður best. Já, það er bara þannig. Sá sem lofa með besta veðrinu, hann fær atkvæðið mitt. Já, þá erum við að fara að tapa. Já, í bili, já. En ok, allt í lagi, þetta verður leiðinlegt og kalt eins og síðustu vor svo sem fram til Hvítasunnu. En hvernig verður þetta hérna fyrir norðan hjá okkur þá í sumar? Fáum við gott sumar? Það er nú það. Já, það er nú það. Það er svona, sá fundur hefur ekki farið fram. Nei, og við reynum að, sko, til þess að við fáum að halda athygli fólks, að þá reynum við að gefa ekkert of langt fram í tíman, þó við séum kannski búin að velta því fyrir okkur og sjá því að jafnvel fyrir, þá viljum við bara gefa upp 1 mánuð í einu. Já, ég skil. En bara svona okkur á milli, það er enginn að horfa, þannig að getur ekki sagt þér eitthvað Japana til okkur, við einhverju mánuðum. Hann vildi að láta okkur spá fyrir Japan. Fyrir Japan? Já. Það var hérna í fyrra, eða hittifyrra, líklega hittifyrra. Þá hringdi einn úr Svíþjóð og vildi endilega vita hvernig væri. Í alvöru? Já. Þetta er stórkostlegt, þannig að veðurklúbburinn er bara gæti mögulega farið að færa út kvíarnar og farið útrásarvíking. Þetta eru útrásarvíkingar, sko. Ég skil. Og sérðu hvað eru útsmóknir að leiða framhjá því að við ætlum ekkert að gefa upp meira framhaldi fyrir nær dregur júní, sko. Já, ég tók fullkomlega eftir því, þetta var mjög pólitískt og klókt. Ég spyr eitthvað eitt og þá var ég alltaf dreginn til Asíu. Og það var einn bóndi þarna í Bíldudal. Já. Hann fór alveg eftir viðspáni þegar hann var í heyskap sumarið. Eftir spáni ykkar? Já. Ég skal segja eitthvað það. Já, ég hef alveg rekið mig á það að þið eru tiltölulega sannspáir. Þó ég sé ekkert endilega hrifin af því alltaf, eins og akkurat núna. En Nei.
En, ok. Getur þetta brugðist? Já, auðvitað, þetta er náttúrulega felst í orðinu, þetta er spámennska. Já. Sko, það er engin vísinda bak við þetta. Já, nema túnkvartilinn og það náttúrulega. En kæru vinir, takk fyrir komuna. Ég ætla ekki að þakka ykkur fyrir spána. Ég vonast til að svo næsta verði betri og ég ætla að þegar að leið og við slökkum á þessari kameru og við förum í auglýsingar, þá ætla ég að spyrja þú út í hvort að veðri verði ekki örugglega örlítið betra í júní heldur en er í maí. Við sjáumst á vörmu.